Heiðar Ragnar, velkomin. Herru, það eru loksins leikur í deildinni. Já. Blikar að koma í heimsókn. Þetta verður væntanlega afar erfiður leikur. Já, mjög svo. Þetta er eitt sterkasta lið í deildinni, þannig að þetta verður algjör slagur. Og þið eru búin að vera á nokkuð góðu rönni, búin að vinna 4 í röð. Hvað svona telur þú að þið þurfa að gera á morgun til þess að ná í sigur? Ég held að það sé aðalega bara að spila á okkur styrklingum, ekkert að vera eitthvað að prófa eitthvað nýtt í þessum leik, bara gera það sem við erum góður í og berjast. Og það er eitthvað sem við erum að gera vel, það er að berjast fyrir lið. Það er náttúrulega mikilvægt að reyna líka að halda vellinum, að reyna að tapa ekki á heimavelli. Það er einmitt eitt markmið sumarsins að vinna alla leiki hér, eða allavega ekki tapa leik hérna heimavelli. Og síðan náttúrulega loku, það er náttúrulega mikilvægt að fólk fjölmenni á vellinu og hvetji ykkur. Já, algjörlega. Það skiptir miklu máli að fá stuðning og sjá fleiri öllum. Heiðar Ragnar, takk kærlega fyrir. Takk fyrir. Jóhann Kristín, velkomin. Takk. Herru, deildin að loksins að byrja aftur eftir smá hlé og Blikarnir í heimsókn. Hvernig svona leggst sá leikur í þig? Bara nokkuð vel. Þetta er búið að vera góð pása og hérna við erum bara spennt að byrja aftur og í veðurblíðunni hérna á góðum Þórsvelli sem hefur fengið þokkalega hvíld að minnsta kosti frá okkur og hérna þetta er bara tilhlökkun að fá skiptir engu máli hvaða lið, bara spennt að byrja í deildinni aftur. Ef ég bara rétt aðeins lít mér hópinni okkur, hvernig er standið á leikmenn? Það er bara þokkalegt, það hefur verið betra og hefur örugglega tíðan verið verra en við erum bara menn eru náttúrulega klárir alltaf á leikdag, það er bara svo það er, þannig að við bara standið er bara nokkuð fínt sko. Ef við fyrir aðeins í þetta Blikalið, það eru með ansi fljóta framherja eins og vörklið. Hvernig svona er best að tækla lið eins og Blikana? Það er bara, þetta náttúrulega sko, Blikalið er svolítið óútreiknanlegt, það eru með náttúrulega það mikinn og hérna breiðan hóp að ef að allir leikmenn Blika detta niður á góðan leik þá er þetta náttúrulega á að vera klárlega besta lið í deildinni en það er náttúrulega, það er einmitt það að allir þurfa að detta niður á það og þá getur verið gott fyrir liðið eins og okkur og hinn liðin að klippa á hérna ákveðna einstaklinga, ákveðna leiðir hjá þeim og við svona teljum okkur svona hafa hugmyndum nokkur slík atriði þannig að við reynum bara að hérna loka því sem við teljum að sé mikilvægast að loka og hérna og svo náttúrulega bara ná inn mörkum á móti, hvernig sem við förum að því. Og eins og segi að þið eru náttúrulega verið á góðu skriði í deildinni, 4 sigurleikir í röð, þannig að hlýtur að mjög mikilvægt að reyna að halda þessu, já bara halda á sömu braut. Já, ég meina eins og sko, þetta er rauninni ekkert sem að við rauninni finnum ekkert svona sigurleikin í röð nema bara þegar við skoðum það í tölvunni eða okkur er sagt það því að þetta bara er alltaf einhvern veginn þannig að hver leikur hann verður bara að duga í einu. Það er bara, við getum svo rosalega lítið einhvern veginn svona sett einhvern rönn í samhengi við sumarið því að eins og núna eru 14-15 dagar á milli leikja og síðasti leikur skiptir bara nákvæmlega engu ég meina, við minnum eins og hann hafi ekkert einu sinni verið sérlega góður þannig að hann hjálpar okkur nákvæmlega bara ekki neitt sko. Það er bara svo einfalt. Þannig að við bara, það er bara þessi, það er bara úrslitaleikur. Það er ekkert öðruvísi. Og þetta er náttúrulega, eins og segir, mikilvæg leikur, alltaf næsta leikur og hlýtur að vera mikilvægt að fólk fjölmenni á völlin og hvetji ykkur. Ég meina, ef við erum að fara að fá veður eitthvað í líkingu við þetta sem við erum að fá hérna í dag þá finnst mér nú eiginlega bara skylda að koma á völlin og hérna og sitja í stúkunni og horfa á spennandi leik hjá tveimur toppliðum og hérna hvetja stelpurnar sem eru búin að leggja ansi mikið á sig til þess að vera á þeim staði í töflunni sem eru í dag. Þannig að ég segi að þetta er skyldumerking. Takk hérlega fyrir og gangi ykkur vel.